Hello, Bókabúðs besties. Hi, Bókabúðs besties. Og Bravo besties sem að tjúna inn. Og Real Housewife besties. Real Housewives of Beverly Hills. Yes, sir. You better believe I'm gonna talk about it. Lisa fucking Rinna. The Queen. Ég hefði ekki nefnt, ég hefði nefnt en the luxury að hafa hana að lesa sinni eigin bók. Já. Thank you. Nei, alvörinni. Það hefði verið leiðilegt að lesa þetta, hlusta á þetta án hennar, sko. The wackadoodle time, hún þurfti bara að segja það, skilur. Já, 100%. Þetta var bara, já. En ég þurfti að heyra hana segja það, ekki eitthvað lesara. Og allar, iconic setningarna sínar, að heyra hana segja það what a fucking legend. What a fucking legend. Ég elska Lísu Rinna. Já, ég elska hana sko fyrir þessa bók og ég elska hana meira eftir á. Já, ég líka. Maður fekk alveg svona mikið útskýringum sem maður vissi ekki og eitthvað svona hana. 100%. Og, þú veist, gaman að heyra líka, þú veist, dætur hennar, fjölskyldun hennar, þú veist. Ég skrifaði sko niður, þú veist, svona því ég var svona, já, ég líka. Gerðu það? Já. En bara þegar ég sá að hún gaf út þessa bók, þá var ég bara strax, ég ætlaði að gefa það henni í afmælisgjöf. Að það? Já, ég reyndi að panta hana og senda hana heim. Þetta, hún kom rétt fyrir afmælið þitt, alveg í febrúar eða eitthvað. En svo bara kom hún á audio, þú veist, í audio á Storytel sem er bara enda betra. Já, en ég átti shipuð ekki til Íslands. Það hefur verið svo geðveikt. Já, þetta er alveg bók, þú veist, þegar við eignumst eitthvað mann stærra húsnæði og við ætlum að búta svona bókasamt, skilur, þá þurfum við eiga þessa. Já, mér langar að eiga hana. Mér líka. Svo flott. Mér er ókslega flott, coverið geðvið flott. Já. Þetta er bara líka svo iconic, þú veist, ég er inn í channelin annars á Instagram. Ertu inn í því? Nei. Það heitir einmitt þetta. I'm gonna talk about it. Hún var eitthvað alltaf með coverið á bókinni hérna. En þá var hún að setja inn, þú veist, príseilið og allt þetta, sko. Það var ég skemmtilegt, þetta, já. Ég held hún byrjaði þetta channel þegar... Hún byrjaði að skrifa hana. Nei, ekki byrjaði að skrifa hana, bara þegar bókin kom út. Já, ég skil, já. Já, hérna, alltaf, þessi fallega bók. Já, New York Times bestseller, sko. Já, mér finnst allar bækur alltaf vera það. Ég veit það er alltaf gaman New York, en það er líka bara bækur sem við sjáum. Já, en samt eru bara, þú veist, hversu ógeðslega marga bækur kom út. Hvað þýður að vera New York's bestseller? Er það bara eitthvað, þú ert eina viku eða eitthvað? Já. Það geti verið, það er bara eitthvað ein viku. Og komist á eitthvað lista. Já, þá færði þetta þennan titil eða eitthvað. Já, ég held það. Iconic. En já, ég svo fórhættir að vita hver skrifa þessa bók fyrir hann. Það heyrðist til í endan, skilur við. Og þegar hún tekur fram all the credits. Já, ertu að tala bara svona hver ghostwriter þetta með henni? Já, ég var bara svona spá, er hún að skrifa mikið af þessu eða er hún bara í viðtali og svo skrifa manneskjan allt, skilur við? Já, ég held að sé svona, ef ég ætti að gíska eins og svona flesta stjörnum gera þetta, þá eru bara með svona ghostwriter og þá eru þú veist, þau bara spyrja spurningu og setja svo samhengi, þú veist, saman. Þetta var samt mjög samhengislaus bók. Rosalega. Þannig að ég myndi alveg að segja að hún hefði átt stóran part í að skrifa hana sjálf. Já, algjörlega, þetta er alveg svona fram og tilbaka, það er engin einhver ákveðin tímalína. Það er bara, nú tölum við þetta og nú ætlum við að tala þetta. Við myndum skrifa bók. Það var eitthvað svona, bara dúttur. Þetta er ekkert, já, þú veist, hún var alltaf að fara aftur tilbaka í eitthvað og svo framan og ég var bara svona, þú veist, ég veit að ég var að tala við vinkonum mína og hún eitthvað, hún var svo savage við söttan í bókinni, ég eitthvað, þá er ég ekki búin bókina, ég eitthvað, nei, hún talaði bara svona með hana, hún eitthvað, bara að gera grína líka um hana, ég eitthvað, nei, það er bara bull, hún eitthvað, jú, ég var að heyra klippinu, ég eitthvað, what? Svo kemur það í lokin. Hún var að tala um eitthvað að Sutton væri með ljótan stíl og weird body. Ég heyrði ekki weird body. Hún sagði weird body. Það er ljótt, það er ljótt. Það var smá ljótt, sko. Mér finnst það ólíkt Lísu líka. Já. Af því að hún er svo, veist hún er náttúrulega alveg savage, skilju. En mér finnst hún alltaf vera svona að passa upp á líkams ímynd og að þú veist og svona þannig. En já. Já, ég held að vera lína sem myndi ekki krossa. Já, ég held að myndi ekki gera það, sko. Því það er svo mikið alltaf að vera, þú veist, tala hennar líkama, skilju. Akkurat. Já, ég brá alveg. Já. Að heyra það. Það er svona eina sem ég var svona, what the hell, Lisa? En byrja líka, við minnir að bókin byrja bara eitthvað svona, sko, Denise Richards, svo bara eitthvað, þú byrjaði bara strax í Getting to the Topics. Já, var hann ekki talað geðið mikið með Andy Cohen og eitthvað þannig líka byrjun og eitthvað? Jú, ætla að hafa verið Andy líka byrjun, þetta var líka bara svona, hvort það var Jólanda líka, ég held að hún að byrja bókina að byrja Jólanda afsökunar. Já. En well deserved, já, 100%. Shit, og líka bara, hún var exposing Vanderpump allan tíman. Allan. Djöfull hatar hún hana. Já. Djöfull þarf ég að horfa á þetta aftur. Ég líka. Mér langar það, sko. Náttúrulega mér Beverly Hills
besta Housewives þó ég ekki hort á mikið annað. Nei, en ég gefi mjög mörgu séns, ég gefi New York séns, Salt Lake, London, Dubai, ég hef prófað ógeðslega mikið, en það ekki þessi nær mér eins og Beverly Hills. Ég held að sé með Beverly Hills, ég var að ræða þetta bara gær, ég held að sé. Og bara Hollywood. LA. Já, og líka bara þau eru kannski, aðra Housewives eru kannski bara ríkar og þannig, en þannig ertu með systir Kathy Hilton, þú veist að Kathy Hilton á Hilton hótelin, þú veist að Kathy Hilton er mamma Paris Hilton, þú komur svona tengingu, þú veist með, Lisa Rinna, Harry Hamlin, það er svo margar, já, þótt að manneskjan sjálf sé kannski ekki eitthvað geðveikt fræg, konan sem kemur fyrir í Real Housewives, það er samt svona, býtu, wow, það er svo bara píki, bara vinnur með Boy George, ég vissi reyndar ekki hver Boy George væri, en maður svona, það er meira celebrities. Já. Skemmtilega. Og þó þú kannski veitir ekki hvað það er, þá getur þú googlað og svona, já, komist að því. Í staðan fyrir að vera eitthvað billjónir í Salt Lake City, alla það. Mér finnst ekki eins og fólki sem er í hinum seríunum, lúkar ekki nógu ríkt fyrir mig. Nei. Ég veit að það sé extremely ríkt. Ég vill bara og sérst bara fara að kaupa your Birkin. Já. Ég er að reyna að escape reality. Já. Þannig ég veit ekki að sérst bara sömu bónusferð og ég, skilur. Þegar það eru að kaupa sér bara $9,000 ring, skilur. Já. Ég vil sjá þannig. Ég líka. Það er alveg sem ég vill að þau séu eitthvað moldar eldri konur, skilu. En vá, hvað þá leiðilegt að heyra að þær eru bara eitthvað helst eiginlega bara alltaf broke að það eiga svo miklu pening í seríunni. Já. Ég var bara, nei, you're crossing the third wall. I don't want to know this. You're breaking it, ég samla. Það kom mér ógeðislega mikið á óvart. Ég hef hort á þetta fólk bara með svona, þau eiga bara ég veit ekki, Monopoly money. Já, bara og þau eru ekki að pæla í þessu hinnu, og að heyra Lisa Rinna tala mjög mikið þetta þessari bók, bara peninga og bara, oh my god, ég bara var í Victoria Beckham kjól og ég fór að skila hann skilur bara með vermiðanum en þá bara, I'm not proud of it og ég bara svona, you guys have to do that. Ég man hún talaði held ég það í seríunni þegar, einhvern tímann, já. Að það var eitthvað sem exposa eða eitthvað þegar hún gerði það. Já. Ég bara hélt að Rinna ætti bara þannig peninga og hún þyrfti ekki að pæla. Ég hélt að Rinna væri ekkert eitthvað eins og Vanderpump rík, skilur, eða er eitthvað Jane á sínum tíma áður en að allt með Tom gerðist, skilur. En já, ég vissi ekki að vera svona broke. Ég held að það er ekki að pæli því, skilur, ég myndi aldrei kalla hana broke. Ég held hún eiginlega peninga. Þetta er alveg broke. Já, það fóttu hvað að meina. Á með hvað ég held á maður, skilur. Já, og hvernig hún bara svona, já, þú veist. En þau eru náttúrulega Harry og hún eru náttúrulega leikarar sem er náttúrulega erfiðara eins og hún talar þetta er ekki stöðu umkomandi, bara eftir verkefnum og giggum. Sem er náttúrulega meikar alveg sens og meðan við Vanderpump bara með sín fyrirtæki, sína þætti og bara alltaf stöðu innkomu, skilur. En já, þú veist, svo eru náttúrulega svo ógeðslega margir sem í þessu sem bara með eitthvað rich husbands í hinum seríunum. Já. Það eru alltaf einhvern veginn, eins og núna í nýju seríunum Beverly Hills, þá eru það alltaf bara single, divorced og not as broke. Tölum Housewives en Beverly Hills, já, þú veist, þetta er barely a housewife show anymore. No one's a housewife there. Nei, á gríns. Engin. Þær eru bara eitthvað hanging on a thread, sko. Right, já. En það eru alltaf svo geggjar, ég myndi aldrei ekki vilja fylgjast með þeim, sko. Nei, en það eru bara alltaf búin að þetta eru fráskildnar konur. Einmitt. En bara eftir að Lisa Rinna fór úr Real Housewives of Beverly Hills, þá hætti ég eiginlega að horfa. Ég bara hætti eiginlega að horfa. Ég er svo nýlega búin að rífa það upp að fylgjast með þessu, en bara, it's not the same without her. Ég er svo samlega, ég þurfti alveg svona að pína mig smá, byrja aftur, halda áfram að horfa, þú veist, eftir að Rinna fór. Rinna dró með að skjánum. Það var svo leiðilegt líka að heyra hann segja bókinni. Það var ekki þátturinn, það var ekki konunnar, það var aðdáðnir sem dró mig í burtu og ég bara svona... Já, sjokker. Já, ég bara, nei, það er ekki satt, we love you. Ég man ekki eftir að hún var svona hötuð að fólk... The public. Já. Nei. Bara eins og þú var að tala hana á Bravo-konuna. Já, einmitt, og bara búið. Já. Hvað það? Sjokki. Ég sjokki með það. I would never boo her. Never. Og líka allt þetta með þetta Kim Richards og hún eitthvað returning the bunny. Mér fannst alltaf Kim vera astnilegri. Líka? Heldur en Lisa. Já. Að hafa reynt að give her a fucking olive branch. Já. Bara, let's settle this. Og þú ert það petty að geima þetta. Bara in the wraps og everything. Og ég ætla að gera þetta til þess að niðurlægja þig fyrir framan alla einhvern tímann þegar þá best við. En þú veist, það líka svona smá leiðilegt að heyra hvað productionið og Andy eru að baka allt.
bara eins og með þegar það ríðust hann í Amsterdam og hún braut glasi og allt þetta, þetta var bara hlaðið upp af þeim bara herri, þú ætlar að gera þetta núna til að hefna inn þessu, skilur þeir eru bara puppet master þetta allt það alveg smá brútal, sko þess vegna var svo iconic þegar var ekki Denise Richards sem var bara bravo, bravo, bravo þess vegna var það bara, hún gæti gefa út bók sem myndi heita bravo, bravo, bravo já, fucking bravo shit maður, en ég var ógeðslega gaman að heyra hann að tala þetta fyrsta sem ég skrifaði niður heyrðu, ég var að lesa hvað ég skrifaði fyrst þegar hún var að tala að hún hjálpaði pappa sinu að deyja það sama, það ekki? Fyrst sem ég skrifaði rosalegt með pappina assisted suicide rosalegt þetta ekki löglegt á Íslandi nei, þetta kolólöglegt en þetta löglegt á núti greinlega einhverjum fylgjum greinlega og hún talaði mátti gera X, Y, Z en það má ekki meira, skilur handar að kyngja já, það var þau máttu setja glösin fyrir framannan eða eitthvað þannig það mátti ekki rétt honum pillurnar eða eitthvað svona þannig rosalegt þetta rosalegt grá lína, skilur þú veist, essin skilur ef þú gerir eitthvað eitt vittlust þá getur þú bara ég er samt heyrt gamalt fólk tala þetta á Íslandi að þetta á eiga mega ég hef heyrt það líka bara frá þeim sjálfum, skilur því að þú veist að sumir þurfa bara að fara í gegnum svo hræðilega tíma að því að það má ekki gera neitt svona, skilur já, það er hræðilegt einmitt þannig að mér finnst þetta í rauninni vera þú veist, siðferðislega, þetta er kannski controversial dæmi, skilur, en mér finnst það meira siðferði að mega hjálpa með eitthvað svona þegar þú komin það langt, skilur í veikindum já, ég er sammála þjást ég er alveg sammála, mér finnst alveg svona ef þú komið það langt í veikindum að þú mættir alveg fá þú veist ef þú biður það og þú ert heill í hausnum þú ert ekki eitthvað orðin delirious eða whatever, en ef þú ert líka orðin delirious viltu þá ekki og veist þú myndi ekki ná bata ég held að þetta vera kannski eitthvað svona samningar sem maður skrifar undir áður en að maður verður eitthvað út í skilur og svo ertu bara spurður aftur en mér finnst samt eins og þetta þá verið í höndum lækna mér finnst alveg pínu brútal að hún sem dóttir hans sé að gera það hafi þurft að gera það en það er í einhverjum löndum sem að það er þú veist þá mega læknar gera þetta bara læknar, já ég er að tala það sko að gera þetta bara upp á spítala og eitthvað sko þetta er alveg tráma sem að þú ert augljóslega bara bring on a 6-year-old sko þetta er öruglega eitthvað svona loophole öruglega, eitthvað þannig sem að þau voru að gera já, alveg að þetta má öruglega ekki hinsegin úti hjá þeim þetta verið, já þetta var rosalegt að hún tala um þetta bara hún drakk djúsin drakk orange já, setti ekki ofan í rosalegt, ég var bara svona með gæsahúð bara ég man bara hvað ég stóð ég man hvað ég var að keira ég stoppaði bara ég var að keira og ég man bara nákvæmlega hvað hringtorki ég var á því ég var bara svona assisted ég var wow hefur ég keyrt þetta nei bara ever, rosalegt crazy og þurfa að horfa á hann skilur og þú veist, konan hans skilur þú veist, konan hans og dóttir hans og líka hún talaði ekki mikið um systur sína nei, hún lést þegar hún var ung í 18 eða eitthvað í minningunni er það aldurinn sem kemur til mín það hefur verið eitthvað 18 eða eitthvað og hún talar ekki eins og eigi systur hún segir eitthvað eins og her and older sister en samt svona eins og þegar hún er að tala um að stelpurnar í Real Housewives kunni á að rífast og sættast og hún bara, ég og Erika erum ekki aldrei upp með systur, skilur við þekkjum ekki að ég er systur og svona talaði eins og hún væri ekki til, skilur en hún er að tala um það fyrir bókinni hún er alltaf látin já, ég veit það já. Ef hún var til 18 ára aldurs þá kantalega systur, skilur fyrir þetta aldursmunni þeirra ef það var eitthvað mikið á stutta milli, skilur þú veist, ef að Lísa var bara eins og svo hinn 18, skilur þá já, það er mjög ólíklegt en já, hún tala en nei, var það ekki alveg 18 ég man að hún tala eftir hann smá hana í enda bókarinnar tala ekki með svo hún fikk brjóstakrabbamein hún sagði, my sister and my mom had it hvað það? að því hún var að tala um að hún fer svo reglulega að láta tjekka á sér og hvað þannig út af því að þú veist, mamminar og systrinnar fengu þetta en nú veit ég ekki þetta var sko hálfsystrinnar ok she is an older half sister en þá á hann þá hálfsystur ætli sést það hálfsystur hann sem ég veit ekki, ég skil ekki að þetta er nákvæmlega, þetta er svo lýsandi fyrir þessa bók, maður var bara svona hvað er að gerast? Það var ekki útskýrt mikið, eða það var ekki allt útskýrt alveg nei, ok, hún á hálfsystur nei, byrju Nancy Rinna
Og hún á lífi, eða ekki? Jú, sést það. Já, hálfsysturna Nancy Rinna á lífi. Já. Additionally, she had another half-sister, Laureen, who died when Lisa was 7. Já, ok. Þannig að hún... Og það var úr overdose. Æi. En hún alltaf, þú veist, flytur út þegar hún er 18, hún Lisa. Já. Já, kannski... Spurning hvort ef hún á aðra systur sem heitir Laureen, Já. Nei, Nancy, segi. Akkur talar hann þá eins og hún eigi enga systur. Og hún kunni ekki svona, þú veist, hvenna svona systkinasamband. En það kannski bara því að, þú veist, ef hún var bara ekkert alveg upp með henni. Kannski ekki. Kannski kynnast þær seinni. Eða bara að búa sig ykkur á heimilinu. Já, þetta mjög spes. Já. Það lúkar núna bara svona í fast Google, bara fljótu Google, eins og reyna eigi aðra systur líka. Já, af því það hlýtur að vera þá systurinn sem fekk brjóstakrabbann, skilur. Já, kannski. Já, þeim aldrei. Já. Og þá bara ekki alist upp saman hálfsystir. Já, kannski. Það sikur á mömmuna. Já, hljóma þannig að það er reyna. Já, að þá, og við veitum að Louis var svo mikið bara, þú veist, að ala hann upp. Mammanar. Já. Hún alltaf mesta dúlan. Þegar hún var að tala hvernig hún dó, það var alltaf alveg ræðilegt, sko. Já. Alveg ræðilegt. Maður veit bara, líka bara ef maður horfir á þættina, veit maður bara hvað hún elska hana ótrúlega mikið og bara hvað var mikið fyrirmyndin hennar og kallaði hann alltaf Louis. Svo fyndið. Þess að var sem ég svo fyndið þegar hún kom ekki svona smá kapli dætrunar, eða þú veist, hún tala oft með dætrunar sína, en það var svona eitt sérstaklega kapli og hún eitthvað, my daughter call me mommy. Já. Eitthvað, at least to my face. At least to my face. Og maður svona, er það eitthvað, fyrir mér er það aldrei spurning og sett bara köllu mamma. Hún segir þetta örugglega bara út af því henni finnst þetta mikilvægt til að taka fram með. Já, af því að hún kalla mömmu sinni ekki mamma. Já, en hún talaði ekkert um það. Nei, en það er alveg bara margir foreldrar sem er bara don't call me mom. Já, back in the days. Weird. Já, þetta er svo pappas Michael Jackson, bara máttir ekki kalla hann pappa. Það er kalla hann Joseph. Já, mér kallar kannski frekar verið þannig. Já, kemur öðru sér frá mömmum, sko, í sammála, já. Mér veist, já, þetta ekki henni hvað að segja. En já, þegar hún var að horfa mömmu svona degi, það var alveg ræðilegt, sko. Já, hrikalegt. I cried. Já. Ræðilegt. Mjög sett, að því við þekkjum hana. Já, við þekkjum hana. Við sáum hana í þáttunum, skilum, mann þykir væntum hana. Hún var alveg stór karakter í þáttunum. Rosalega að heyra bara eitthvað að þeir eru að sæna Rinnu og bara eitthvað, já, Harry verður að vera. Þú farið ekki að ráða því. Man vissi ekki að þau husbands eru bara skildu að þurfa að vera með. If they're famous. Heldur að sé það? Já, því frægari, því meira er gengi á það, skilur. Já, kannski. Var það meira borgað ef það fræga mann, skilur? Hörglega, þú veist, svo Garcelle, eða hvað heitir hún? Garcelle á enga mann, skilur. Nei. Þú veist, hún var samt ráðin inn sem, þú veist, Real Housewife. Já, bara 9 ára single. Já, en hún hefur pottit, þú veist, hún fær minna borgað heldur en, þú veist, Kyle sem er að, þú veist, náttúrulega búin að vera henni 100 ár og alltaf bara með Ritchie og náttúrulega bara sín eigin karakter. Já, eða bara eins og Dorit, skilur, þú veist, það er komið inn á svona freka svipum tímum. Garcelle og Dorit, það ekki? Nei, Dorit kom ekki fyrir það ekki. Dorit er alveg old one. Já, Garcelle líka. Nei, ekki svona old. Ekki? Nei. Dorit var alveg enda þegar Lisa Vampirpeppa var og eitthvað. Ekki Garcelle. Já, kannski. En ég man að Garcelle kom í seríunni þegar það er eitthvað I am tipsy. Já. Þá var Lisa hætt. Rinna? Já. Nei, Rinna og Garcelle. Í einni seríu eða eitthvað. Náðarlega nokkrum. Ég held bara einni. Garcelle er alveg fyrir eitthvað ný, sko. Ég man þetta var tímabili sem ég var svona, nenni ekki að horfa á þetta og eitthvað þannig. Og þá var bara fannst með Garcelle svo leiðileg. Ég man ekki hvað þetta Kristall var komin. God, þetta er Kristall leiðileg. Já. Kom hún ekki saman tíma Garcelle? Hún kom eftir Garcelle. Ég held að það komið 2 saman. Í alvörunni? Það var 17 kom aðeins fyrir. 17 kom alveg fyrir. 17 var alveg með Vanderpump, right? Það er ég losing it. Sko, mér líður ekki þannig. Nei. Mér líður þess að 17 kom í staðin fyrir Vanderpump eða eitthvað þannig. Já. En ég er ekki alveg viss. Nei. Anyways, skemmt ekki öllum máli. En þú veist, þess að 17 kemur inn líka með 0 eigimann. Tjúfell þoldi ég ekki 17 fyrst, maður. Ég veit það. Hún er enda óþólandi. Hún er fokkin óþólandi. Já. En samt að það er eitthvað svona gaman að henni núna. Já, stundum er gaman að henni, ég samla því, en hún er óþólandi. Djöfull er hún óþólandi, maður. Hún er alveg pirrandi manneska, sko. En, já, með eigimennina, já.
The real husbands. Ángriðs, en mér varst gott hvernig hún var bara eitthvað svona, hvernig hún tæklaði það. Já. Þú veist. Að því hann frægur líka. Hinn menn ekkert frægir. Nei, Mauricio var ekkert frægur, skilur. PK var ekki frægur. Hann var bara svona þekkt nafn í Bretlandi. En þú veist, bara fyrir einhverjum vissum hópur, mjög mikið fyrir fótbolta. Já, svona investor dæmi. Já, hann átti eitthvað fótboltalið og eitthvað svona. Eitthvað þannig. Til þóli hann ekki. Þú búin að hlusta á viðtalið við hann? Hvaða? Hann var let's talk about it eða eitthvað. Hvað heitir hann? Ekki alveg geta hann ekki, sko. Ég hlusta á það, sko. Já. Allt bara. Og það var alveg áhugavert, sko. Að hlusta á hann áhugavert, hann bara segja sína sögur, svona áhugavert að heyra hvaðan hann kom. Þú veist, ég vissi ekki okkur Píke verið þekktur. Ég vissi ekki okkur Píke verið ríkur. Skilur við? Og hann var svona að segja þá sög. Það var alveg áhugavert og hann fer alveg ekki fögrum orðum Dorit, en hann bara svona, hann segir bara, ég hef bara tekið ákvörðun, ég ætla ekki að tala hana. Ertu búin að horfa á nýja seríu? Og ég kunna með það. Nei, ég ekki búin að því. Ertu búin að því? Já. Ertu hún ennþá í gangi? Nei, ég var ekki bara reunion. Já, ok. Ég var okkur 2 þætti eftir eða eitthvað. Ok. Og reunionu. Já. Þetta hræðilegt, sko. Hvernig hann við hana? Já, og þau bæði. Já. Hún bara að tala ógístíl hann, skilur við, sem já. Ég held að hann sé hella manipulative, sko. Já. Og svona ítin í þetta, skilur við. Pottet. Og hann bara svona reyna að lukka betri. Geta hann ekki, sko. En ég vissi ekki til þess að hann ætti börn fyrir og aðra fjölskyldu, að þú veist. Nei, ekki heldur. Nei. Új, hann gerir hann meira svona Ég veit, right? Já. En Hann er bara svona ógíslega leðilegur út, það bara svona triggerar mig. Já. Þegar hann er bara... Þessi, hún er desperate til að bjarga þess, hún vill þetta. Ég veit það. Ég elska samt að Dorit núna bara svara fyrir sem Kyle. Já, þetta er samt orðið mikið núna, sko. Aha. Já. Ok, ég bara sjá nokkar klipp. Já, þú veist, bara hún er alveg having money problems for real og Kyle er búin að vera að reyna að klokka það við hana. Og hún er bara, now it's broke, eftir hún er búin að vera spending it all. PK postaði myndum á reikningunum. Já. Og það stendur bara Chanel, Louis, bara upp hennar. Þetta er bara meiri heldur en að down payment og hann fucking bara íbúðin í Reykjavík, sko. Þetta er alveg shopaholics. Og hann er bara, ég mun ekki, hún er bara með kort hans náttúrulega, sko. Þannig að, þú veist, þetta er svona líka patt stað, bara alltaf talk shit about him, but spend his money. Já. Skilur þau eru ekki búin að hún er ekki með alimony eða, þú veist, hún er ekki byrjuð að fá mánaðarlega peninga. Þannig hún er bara með peningana hans til þess að halda uppi börnunum og heimilinu. Her shopping. Og hann er bara you're draining me. Þú veist, bara literally. Do it. You're bara literally draining. Nei, þú veist, hvað með börnin þá? Af því hún var að biðja hann meiri pening, af því hún átti ekki efna okkur fyrir börnin. Einhverju skóladóttur. Og hann bara, býtu. En þú átti efna á bara $20 í Louis Vuitton, skilur. Þetta er alltaf bara fík. Já, þetta er crazy. En líka, þú veist, bara svona skrítið að fá svona sjá bara reikningana. Crazy, sko. En, komur einu yfir í allt annað. Já, þú verður að horfa nýja seríuna, sko. Ég ætla að gera það, sko. Ég ætla að gera það. Ég bara þarf að finna mig tími og ég klára þetta leðubyrða, sko. Já, ég skrifaði líka hérna. Ég man ekki eftir að reyna að vera búið á BravoCon. Nei. Og Erika Dúlla var hana við. Já. Bara hvað þau munu búa þig. Hún bara, takk. Erika kann eitt. Hún kann að read the fucking room. Hún ekki read the room. Hún veit líka bara... Hún veit bara, ok, I'm hate it. Hún kann bara svona leysi gegnum á milli línuna hvað fólk er að segja á internetinu. Já. Hún er líka lent í, held ég, áður að búa hana þegar hún var the villain, skilur við. Samla. Ég elska Eriku. Ég elska hana líka. Hún er bara svo mikið hún sjálf eitthvað einn. Já. Svo skrifaði ég þarna, ég elska því hún tala ageism. Að hún var að tala bara stest þú bara niður fyrir dætriðinum, skilur við. Hún var bara, akkur er því að gera það? Já. Bara, þú veist, akkur ég alveg jafn mikið manneskja og það skilur bara, ég ætla bara að gera mig. Þetta er bara ageism. Ég fíla það ógeðslega mikið og ég fíla líka hennar hugafar á samkeppni. Hún bara, ég er ekki samkeppni við neitt. Ég og Harry förum ekki samkeppni hvað var betra hlutverk. Við erum bara ógeðslega mikið bara svona, you go. Já. Ég er ekki samkeppni við dætur mínar. Nei. En þú veist, ef þau fá... Nei, þú veist, og mér var skeið svona eitthvað að heyra hann að segja því ég held að sé mörg pör bara í alvörunni sem fara svona óvart í ykkur smá svona samkeppni. Já, sérstaklega verið sama bransa kannski. Já, klálega. Þú veist, en það, ég veit ekki, mér varst það flott svona hugafæri en hún bara, ég er aldrei að keppa í stelpunum mínar, mér langar að gera mitt. Pældi, hún kynnist Harry þegar hún er jafngöl og við. Ég veit það. Það er crazy. Það er crazy. Þetta er bara saman miklu lengi. Lífið er eftir að byrja. Já,
Þú sérð það. Já. Og hún talar það núna. Eftir Real Housewives frá Beverly Hills, lífi hennar rétt að byrja núna. Já, hún komin þangað sem hún hefði viljað að vera komin fyrir lengu. Já. Og hún talar her 20s bara sem bara hræðilegan tíma. Já, hún gerir það, en mér fannst ógeðslega, ég með að skrifa niður á mér fannst ógeðslega fallegt svona sjátátið á fyrrverandi hennar, Bob. Já. Og svo hún tók alveg svona, I'm gonna take a moment here to give a shout out to my, eitthvað svona, bara you were so nice to me, og hún var svona í alvörunni, ég man ekki hvað fyrrverandi það var right now, en þú veist, hún var bara svona, það var ekki hérna sem var bara svona, hafði engan áhuga á henni, það var ekki það, það var hann á undan, það var eitthvað á undan, húnum held ég, og hún var bara svona, þú veist, og þau voru bara ekki samstæði í lífinu eitthvað, en hún svona, mér finnst það fallegt, bara svona, ég veit ekki, ég get ímyndað mér að, þú veist, þú ert að skrifa bók og þessu öðvöld fyrir bara að tala illa alla fyrirverandi þína en hún bara svona, ég ætla bara að taka tíma hérna og segja bara, þú ert æðislegur dalala, mér finnst það fallegt. Já, mjög cute. Já, það var svona cute af rinna, geta líka bara verið bara, hvað, hann var frábær, ég er bara að segja hans er frábær. Nú þarf hún ekkert. Mér líður að sé ekki, að rennur ekki blóði Harry Hamlin, sko. Ekki varandi eitthvað svona, sko. Bara. Hann er svo fyndið típa, sko. Hann er það. En já, hann var alveg 43 ára. Já. Hann var alveg 12-13 ára eldri nú. Já. Það er crazy. Já. Og náttúrulega ný skilin bara. Já. Af því að hún hélt framhjá. Hann er þá 70 ára í dag. Já. Æ. Hann er bara gamall kall. Maður líka manna bara eftir í seríunum, þú veist, hann byrjaði ekki eftir ungur, svo allt í hann bara gamall kall í garðinum. Mér finnst hann alltaf verið bara gamall kall. Mér finnst hann aðeins yngri fyrst, já, sko. Hann var svo eldri, skilur, en svo allt í henni var það bara svona með grátt hár og klút á hausnum bara eitthvað í garðinum. Maður var bara, wow, Harry's... Here's my passport. Já, he's getting old. Já, sæti. Hann er svo mikið æði. En hann líka bara, krútlit líka, bara allir kaflin dætur hennar var bara svo ókslega sætur. Já. Og líka bara með veikindin hennar. Já. I did not know. Nei, heldur. Ég vissi að það var eitthvað. Panda? Ég var aldrei heyrt um þetta. Maður vissi að það væri eitthvað sem var að, en ekki svona. Nei. Ég vissi ekki að það væri svona alvarlegt og svona lengi. Þetta heltekur alveg líf manns, skilur. Og Bravo kliftið allt svona út sem útskýrir hennar, þú veist. Crazy. Já. Það er ekki nógu áhugavert. Einmitt. Þannig að þetta var oflókið. Já, oflókið. Fólk myndi ekki... Fólk skilur ekki. Nei, og líka allt með Munchausen disease og Lisa Vanderbilt. Maður var alltaf búin að heyra þetta líka áður. Að hún hafi puppeteera það allt. Já, en þú veist að fá það þarna bara... For a fact, skilur, bara beint frá henni. Bara shit að ég elska Lisa Vanderbilt svo mikið. Líka. Ég er með allt aðra sína á henni núna. Já. Ég fíla hann alveg, skilur, en... Það kom ekkert samt nýtt í ljós sem við var ekki búin að heyra. Nei, ég veit, en bara svona að Lisa bara hata það. Það fara svona, Og þú veist, það er aldrei að fara að breytast. Það er aldrei að fara að vera vinkonur. Nei. Og þú veist, maður er heyrt líka hinar stelpur eins og Kyle sagði daginn ykkur viðtali bara, ég myndi aldrei chilla með henni eftir, skilur við, aldrei hringið hana. Þú veist, enginn af þeim bara vill nokkuð tímann tala við þar aftur, eða þú veist. Ég reyndar, ég ætla að taka tilbaka sem ég sagði, ég reyndar sá henni smá öðru ljósi þegar kom hann á hundinum. Já, með Dorit. Já. Ég man eftir þess, þetta var líka að tala þáttunum. Já, ég man eftir því, en ekki svona... Þetta var bara, hann var bara ennþá happy and alive og hann bara var að reyna að taka niður Dorit. Já. Það er crazy. Já, það er það. Þannig að Puppygate. Maður man eftir, hún fór í eitthvað lígapróf og eitthvað. Já. Þú veist, ég trúði henni að lóki, sko. Já. Ég trúði að Dorit skilaði korpinum. Já, ég líka. Ég trúði því líka. Sem endaði óvart, skilur, innan kill shelter, skilur. Ég trúði ekki að hún setti að viljandi innan kill shelter. Nei. En já. En ef þetta verið eitthvað svona puppet master og þú veist, ég veit ekki. Mér finnst það of puppet master að Lísu. Mér finnst það smá leiðilegt að heyra. Já. Að ég held að hún væri bara svona the fun old rich lady, skilur. Ég held það líka, já. Maður vissi náttúrulega hún hefði sína klær, sko. Já, klálega og smá puppeting eitthvað, skilur. Ekki svona. Og maður vissi líka hún valdi sér alltaf eitthvað undir sér, sko. En það er bara leiðilegt að heyra að þetta var svona eins og sé bara vond manneska, skilur. Ekki bara eitthvað a bad bitch, skilur. Að því, old Lisa Vanderpump, sko, back in the days. Best. Iconic, sko. Hún var það, sko. Það er ekki hægt að taka það af henni. Nei. En hún er ennþá góðin strong náttúrulega bara öllu sínu, skilur þú veist. Já, hún er a business lady, sko. Já, hún er ekkert að kipa sér upp við eitthvað svona. En drull. Og bara svo fyndi að heyra hana þegar það eru París hana.
og láta kenna eitthvað labba framhjá til þess að láta að vita að við séum ekki að tala saman, svo típist þau eitthvað. Svo mikið. Maður sé bara fyrir sér kenna eitthvað. Ángriðs, hvað er kenn sér hann gaman? Hann er 180 ára eitthvað. Ángriðs meira, já. Ég sá eitthvað viðtali, eitthvað svona TikTok gæi sem að rakst á þau í London eitthvað á röltinu. Og það var eitthvað, what do you do? Og hún er bara eitthvað, you don't know who I am, eitthvað, og kennandi eitthvað, þú veist bara. Með göngugrind? Nei, ég bara, jafnvel að þurfti það, sko. Æi. Hann var alveg það gamall, sko. Æi. Já. Æi. Þetta er alveg. Já. En já, hérna, mér varst mjög gaman að heyra einmitt, dætur hennar og bara svona líka alveg gaman fyrir að, hún ég vil ekki tala mikið dætur mínar, þær alltaf bara eiga sögur sem þær þurfa að segja sjálfar og svo bara ég bara þú ert að segja mikið. Ég ætla ekki að segja neitt. Svo hann bara sko, þeir fór svona mikið afslátt hjá Chanel og 30% afslátt hérna og maður bara engan afslátt hjá Chanel bara mjög öllum hinn mjög Gucci það svo fyndi þegar hún var að tala með bara hvað, við ætlum að fara í Chanel og þá bara, hvað kostar þetta? Skilur bara, þau séu hugsa það er svona your people einmitt en það, crazy, þú veist að þær fá bara afslátt. Þannig að haldið að hún væri með eitthvað betri díl en það, sko. Einmitt. To be honest, Amelia Gray, hún er bara eitt stæðstu supermodel, sko. Þannig, það fyrir kannski eftir hvað það er, ég veit ekki. Og kannski eru allar supermodelin bara með 30%. Já, kannski Amelia eftir nokkur ára. Já. Einhvern ambassador, skilur. Já. Hún er alltaf mjög up and coming. Ég held að hljóta allir að vita hvað hún er núna. Það er svona dætt í það. Já, en það veitur okkur enginn að Lisa reynaði mamminar, eða þú veist sem að vita hver hún er, skilur. Já. Þessi þingir enginn um það. Nei, en maður bara eftir þeim, bara sem pingu litlum á sjó. Heitir hinn ekki Sofía? Eitthvað. Hvað er Laila? Þetta er Laila, já. Rúkla alltaf Sofía Delilah. Þetta er Laila, já. Ég man bara eftir þegar, þú veist, hún var... Sagði hún ekki að hún var að búa til þetta Scott Disick samband? Sko, hún Delilah og Scott Disick voru náttúrulega að deyta á náttúrulega tímabúti. Nei, hún sagði eitthvað svona, hún sagði ekki búa til, hún sagði eitthvað svona. Hún sagði basically, sko. Hún sagði að neyða því, eða hvað mamma þín sé að neyða því að vera í þessum þáttum og að neyða því að deyta Scott Disick. Já, en var hún ekki svona joking með það var the rumor að Lisa væri eitthvað svona trying to be the next Jenner, skilur Kris Jenner. Minni það nefnilega. Og hún hefði verið svona að segja þetta in joke, skilur. Kannski ekki, kannski sérst telling og something. Já, því hún alltaf lítur mjög mikið eftir Kris Jenner. Kannski var hann bara, heyrðu, farð þú að deyta þennan mann. Já. Einmitt. Nei, já, kannski. Já, þetta ekki. Já, ég tók því meira sem var bara svona, já, þetta. Ég tók því meira, heyrðu þau. Já, það geti alveg verið, sko. Both could be right. Heyrðu, það var svo ógeðslega gaman að heyra uppáhaldsþáttur minn ever í Real Housewives. Já. Þegar þær eru bara eitthvað, það er ekkert drama, allar leiðilega gælurnar eru einhvers staðar annar staðar og þær fara í þessum vínsmökkun. Já. Og er að gera eftirhermuna. Já. Þessi þáttur situr í mér bara svo skemmtilegast þáttur ever. Maður bara grenjandi og hlátri. Já, ég man eftir þessu. For a change, já. Svo gaman að hlæja, þær eru fucking fyndnar, skilurðu. Skemmtilegar, já. Þetta er ástæðan, þessi þáttur er ástæðan okkur mér langaði að fara í vínsmökkun. Já. Og þetta er ástæðan okkur fyrir alltaf að reyna alltaf fyrir vínsmökkuna því ég held að ég geti upplifað þetta með vinkonum mínum, skilurðu. Já. En já, þetta er örugglega skemmtilegast þáttur ever og hún er bara að tala um að, þú veist, hún talaði þennan þátt. Bara því að þær eru allar leiðilega gælunar voru ekki og bara, og prodúsörunum fannst þetta leiðilegt. Einmitt. They don't fucking know. They don't know. Stundum vill maður fá bara svona, þetta er svona þegar maður er búin að horfa á hryllingsmynd og við erum að horfa á eitthvað Friends eftir á. Já. Þannig að þegar einhverju ríðaskæft mikið þá líka gaman að segja gaman. Mér finnst það reyndar skemmtilega að horfa það heldur en þegar þeir eru bara öskrandi okkur aðra, skilur. Já. Þó stundum með maður svona, wow, en þú veist, eins og í, hvaða, já, er það í, já, það er held í Salt Lake, þær eru bara öskrandi, skilur, allan tíman. Já, ég hef ekki séð eitt þáttar sem að þeir eru að hafa gaman, sko. Það er ömulegt, þá gerir þetta líka svo ógeðslega ótrúverðugt. Já, líka bara svo toxic að horfa á það, bara, ég hef ekki gaman að ég er bara heima með mér og horfa á okkur, vera bara, þú veist, bara grenjandi og okkur, skilur. Nei, en líka bara, þú veist, þá verði ég ekki investið í eitthvað sambandi, af því að þið eru ekki að skemma þetta vinkonum sambandi með því að rífast. Nei, það er ekki að sættast. Þetta er svo þegar Lisa Vanderpump og Kyle fór að rífast og mamma bara,
Holy oh my shit. god, þau eru bestu vinkonur en þú veist, rífast ykkur einasta þætti þá ekkert to lose. Það líka engin vinkonur. Þetta bara fake. Þetta ekki vinkonur til að byrja með. Nei. Þetta bara, já, þú komin inn í hópin, ok. Bara sama vorum að sjá með Secret Lives og Modern Wives og allt þetta. Þetta bara made up friendships. Nefnilega. Já. Nú skilja það hverju fólk held að allir Access væri ekki alvöru. Vinkonur skilja þetta. Það þeir aldrei í hann úti. Akkurat. Eðlilega. Já, þetta crazy. En við hefum ekki að sætta að heyra hann að tala um Erika og Dorit. Það alveg svona hennar besties. Já. Og já, það gott að heyra hún með eitthvað jákvætt úr þessu. Það svo mikið neikvætt. Já. Þú veist, það var eitthvað rúmur daginn að hún var að koma aftur. Já, en hún segði hún aldrei. Ekki fucking sjens, sko. Hún svaraði síðan í What Happens Live eftir að bókin kom út. Og endi var eitthvað, ok, hvað það væri svona mikil peningur. Hún eitthvað, til að hugsa það. Hún líka bara honest með það. Hún bara, sem ger ég bara fyrir peninga. Þú veist, ef hún myndi taka ákvörðun og fara, þá væri ég ekkert eitthvað, ok, hún sagði sem hún myndi aldrei gera, ég væri bara yes. Ég bara, já, ég var alltaf yes, en ég myndi vita for her reason að vera you got the payment. En sjokkja, hún var edru bara alltaf. Já, fyrst. Já. Mjög mikið af þessu skilur við. Alveg helmingin af þessu seríu með eitthvað, svo var hann alltaf kannski þessu. Misti sig hana. En ég var sjokki yfir því. Já. Það ótrúlegt. Já, af því það en svo segir hún líka að það aldrei edru housewives. Af því þá verður það bara leiðilegar, skilur við. Og það svo true. Já. To be honest. Bara eins og núna allir í Beverly Hills edru. Og það bara leiðilegt. Það ekkert að gerast. Nei, það ekkert að frella. Nei. Eina mannski sem drekkur, Erika og Dorit eða eitthvað. Já. Og það einu sem ekki skemmtilegar, en Dorit náttúrulega bara alveg að missa það, skilur hún bara. Já. Gangið verður að hluti. Já. En ég man líka að kom einhver ný gæla inn, oh my god, það var ráða, þú myndi æla, sko. Einhver ný gæla sem miklu yngri en þær. Og eitthvað svona, bara basically píramídu svindl gæla, bara manifesta peninga og eitthvað. Já. I've seen clips. Já, hún drekkur ekki, ekki það því að drekka ekki, skilur, en þú veist, þegar það gott TV. Já. Og það sem Bravo veit líka bara, þeir sita bara fullt áfengjur fram að þess, bara bjóða upp það, já. Og þú veist, það eitthvað að mála eitthvað og þessi gæla kemur og hún eitthvað, no, eitthvað, það eitthvað bjóðan drikkum, no, I don't drink. Og eitthvað bara búar hann. Bú! Já, bara, you can't be in this group if you don't drink. Og hún gæla var alltaf alveg brálega, sko. Já, þetta. En inn í sér, að því það var ekki að segja neitt. Nei. Já. En svo alveg var Kyle alltaf drekkur ekki lengur. Nei. En Kyle það varð gaga. Já, mér finnst það alveg skiljanlega þegar þú veist þegar það eitthvað þannig. En það að koma inn í þetta sem vetur mannskja. Já, það erfiðara. Það erfitt, sko. Við fengið að sjá þessar hliðar að Kyle og við vitum að þetta fer hann ekki. Já. En hún er samt fucking skemmtilega í klasi. Kyle? Já, þegar hún stable, skilur. Þegar hún var splitt honum með margar rítunar, ég man bara þegar við vorum að horfa á þessu margaríti ég þarf að smakka hennan margarítadrykk án gríns mér langar alltaf að smakka vodka Belvedere með 2 eitthvað lemons, squeeze lemons Carcass out, það Dorit en Lisa reyna við the Carcass in Carcass er það börkurinn? Já. Við þurfum að smakka þetta vodka Belvedere ég held að reyna vilja 2 lemon wedges. Ég held sko þessi viljandi núna í seríunar Dorit núna, er svona aðalgæla núna, vera alltaf að hafa að drikja pöntuninnar inn í. Ég held að það sé verið að selja bara Boulevard eða Nei, ég held að það sé bara að vera reyna að íta undir eitthvað, hún sé alltaf að fá sér drikk, skiluru. Að því að einhverjum einasta bara senu sem hún í og þau eru út að borða eitthvað, þá pantar hún sér þetta og það er alltaf haldið inni. Ég bara þarf ekki að halda þessu inni, sko. Það er ekkert alltaf haldið inni hvað það er panta. Nei. Þetta er annarkvæmt fennt. Þetta er annarkvæmt það, sem ég segja. Að þetta sé verið að halda þið inni og reyna að, þú veist, sína fram á bara hún er alltaf drekkandi. Kannski að þeir píka í baðum. Já, getur verið. Eða það er verið að auglýsa kann ekki segja þetta vodka Belvedere. Já, en það var alltaf stór dill. Veit ekki. Gæti alveg verið. En mér finnst það ekkert verið eitthvað auglýsa eitthvað mikið. Þetta er alltaf svo mjög lúmst, sko. Það er svo Kardashian sem búin að sponsa Coca-Cola for bara, ég veit ekki hvað mörg ár og það er aldrei verið að tala um það. Nei, það er bara product placement. Já.
Þannig að ég held að þetta sé meira, þú veist, ég vona að þetta sé ekki toxic, en ég held að þetta sé eitthvað toxic á baku það að það sé bara haldið það sinni að því það engin annar með sína drikkjapöntur en sko. Það sem líka, þú veist, gerir þess að þetta er náttúrulega öðru í svona aðrar, þær eru ekki framleiðendur. Einmitt. Þú veist, eins og Kardashians, þær, þú veist, getur verið bara kliftið út, það er alltaf verið að segja drikkjapöntunum mína. Hún getur ekki sagt það. Nei. Hún bara sér þetta að það kemur sjónvarpinu. Já, og þær eru bara með kvíða lífsins þegar þáttur kemur út. Já. Að það er að koma ekkert nálægt þessi skilur. Og áhugavert hvað reyna að segja líka bara með að, þú veist, bara the industry og bara svona þessi heimur hafi bara tekið henni miklu meira fagnandi eftir að Real Housewives of Beverly Hills var búið. Þá byrjar hann að fá tækifæri. Hún var hötuð fyrir það. Já, og líka bara því að eins og hún talaði bara, hún er svo mikið áhuga á tísku og það vill enginn dressa upp þessar kettlingar sem eru bara öskrandi. Já. Ég held að vera það frægar að fólki verið saman að vera öskra, sko. Það eru örugglega einhver merki og það eru örugglega einhver af þeir sem eru í einhverju, þessi Dorrit. Hún hlýtur nú að vera eitthvað sponsor Louis Vuitton, sko. Ég held ekki. Þegar hún var hann alltaf bara full monogram. Honestly, ég held ekki. Þess ég vona að hennar vegna þetta er ekki stíll að vera öllu monogram, sko. Nei. En já, núna er hún svona meira Chanel vibes, sko, en já, kannski ekki. Kannski verður bara Louis Vuitton var meira affordable þá, núna svo fyrir því Chanel að það er dýrara, já, nákvæmlega. Já, could be. Já, ég held að það er svona til þessum einhverju afslætti. Eitthvað svona. Já. En kannski ekki svona vinna bara sem ambassadordæmi eins sem hann kannski reyna vildi og walking shows og eitthvað þannig. Hvað var hann aftur að gera daginn? Var hann ekki að, þú veist, hvað var það þegar hún var eitthvað Timothy Chalamet á okkur sviði? Hún sem Timothy. Ég veit ekki. Nei, hún tekur öllum gigum. Jú. Hún er hressust, sko. Svo bleiu auglýsingin. Já. Svo þau bæði voru í, bara fyrir rétta peningin. Það var til, já. Já, ég elska það. Já. Og bara M&M auglýsingin. Já, það er náttúrulega iconic. Iconic, já. Ég elska líka hvað hún mikið að tala hún veit að hún er iconic. Já, she fucking knows. Já. Svo voru að tala Halloween búningin, ég elska að fólk dress up as me. Ég var bara, thank you. I did. Já. Örugglega besti búningu sem ég farið í. Ég er bara 100% sammála. Mér hef aldrei liðið að bara powerful. You should. Ég er að pæla að klippa hárum mitt bara svona. Ángríns, the Rinna style, sko. Já. Það er bara þegar maður komin ákveðin aldur þá ætla ég bara með það, sko. Ángríns, svo verður bara leopard og bara smoking a cig og bara give me a drink and a Xanax. Ángríns, I need a drink and a Xanax. Wow. Hún er bara svo mikið icon og þú veist, það er enginn sem hefur gert það eins og hún. Nei. She's the real housewife, sko. Já, hún er a fucking housewife. Já. That's what she is. Ángríns, enginn á þeim er það. Nei. Og líka eins og í Saltleik til dæmis, nú bara byrjaði saman að þér að horfa á það líka. Það er engin svona eiginmenn þar, einhvern veginn, þeir eru alveg giftar og eitthvað. Þeir eru ekki svona involved, sko. Nei, þeir eru ekki náðu frægir og þú veist, Bravo er allir saman það. Þeir eru svona alveg eitthvað, allir. Ég held að sé líka bara til að sína lífið. Þú verður að sína, þú veist, ég gæti ekki bara farið og bara, nei, Bensi er ekki. Þá er þetta bara svona, þetta er ekki alveg reality TV ef að ég kom heim til hinn, skilju. True. Það meikar alveg sens. En já, það ekki. True. Svo kannski bara flótaður framhjá. Þeir eru svo leiðilegir eða eitthvað. Já, kannski. Svo eins og í Mormon Wives fokkaða leiðilegt að horfa á þessu gæja, sko. Þeir náttúrulega bara með sína einu senur þar, sko. Já, bara gerið sér þætti og fáið enginn að horfa. Já, please. Þannig er enginn að horfa á þetta. En á þið. Ángríns. En já, bóki var geggjuð. I loved Er eitthvað it. meira, ég held við sem búin að fara Þetta er örugglega ein af fáum bókum sem ég hlustaði á venjulegum speed. Já, ekki einu sinni hraða, sko. Nei, ekki 1 sekúnda. Ég tímdi alltaf að klára það, sko. Ekki heldur. Ég var leið þegar hún kláraði. Ég líka. Ég hlustaði bara allt credits ég bara. Ég líka. Lisa. Ég bara, I'm gonna finish this book. Bara nýri 0 sek eftir. Ég bara fór að þonga, sko. Ég líka. Það var alveg gaman. It's so good. Elskana. Og já, bara ég hef ekki lesið margar svona sjálfsæfisögur en þetta er besta sem ég lesið. Já, ég hef lesið þessa. Ég hef náttúrulega líka lesið Sper eftir Prins Harry. Já, einmitt. Og ég hef lesið Britney. Já. Held að that's all. Mér langar alveg að taka fleiri, sko. Mér langar að taka Moonwalk eftir Michael Jackson. Ég reyndi að sá hana ekki inn á Storytel, en kannski kemur hún. En ég verði til í fleiri svona æfisögur. Já. Mér finnst það bara áhugaverðar ef ég
elska manneskjuna þú dáist að henni mjög mikið eins og Lísu og Britney ég myndi ekki nennan Spare til dæmis Nei, ég skil en ég myndi nennan Michael Jackson Já, Spare var náttúrulega líka bara til þess að svala minni forvitni á konungsfólkið og hvernig var að alast þar upp og líka, þú myndir samt alveg kannski smáfíla það þú veist, það var alveg kaplarna sem þú myndir 100% skipa en eins og þegar hann tala með mig svona Díunu og þannig Já, það andra leikoning Já, en hún var alveg góð, skilur Svo var hann eitthvað að tala típa þessu Já, jú, þegar hann var í hernum og eitthvað þetta er löng bók, hún er aðeins löng til að vera, og það er aðeins svo stór hluti á honum í hernum og eitthvað svona, we don't fucking care Við viljum veita hvað er að gerast inn í Buckingham Palace Mér finnst það bara svo ómerkileg royalty hann skilur hann Já, hann var það bara ekki en þú veist, hann er það Ómerkilegur Já, en hann átti allt potential til að vera mjög merkilegur hann er bara að gera svo ómerkilegan Svo bara að gera bók maður er svona He gotta get his money Já, stay in your lane Já Það er svo mikið svik Já, það er Já Hún Elisabeth er örugglega brjáluð Ángríns Þetta er ekki fallegt Já Ég held að hann aldrei gefið þessa bók út ef hún ekki verið fallin frá Ángríns er ekki Aldrei En þú ert bara ruining it Þú ert Já Það sem er svo ljótt Já, það er ógeðslega ljótt Ég veit að við skulum koma illa fram með þig en þetta er samt ljótt Já, að þetta er royalty respected Já This is bara 100% Þetta er bara Bretland to the core Ángríns En já, við erum ekki hér til að tala um það Við ætlum að velja næstu bók Já Það var dálítið erfitt Það var Já, við erum ekki alveg, þú veist það var engin bók sem ég var að deyja yfir eitthvað að þið vanlega er maður búin að sjá eitthvað svona geðmikið eins og þessi bók sem núna og þessar bækur sem við erum búin að vera hlusta á en við ákveðum þá að fara bara beint í topplistan sem er alltaf mjög skemmtilegt við erum aldrei disappointed þegar við förum í topplistan á Storytel Nei, satt og við sjáum hérna að það er einhver rithöfundur sem við kunnumst ekki við og einhver ný sería hérna eftir Olivia Hale og þetta er rosalega langt fyrir einhver romanssögu en þetta er númer 1 og númer 4 þannig að þetta er greinlega sería við ætlum að taka þá fyrsta partinn af serían heitir The Billionaires Games og fyrsta bókin er The Faking Game þannig að já og byrja því okkar til mikillega gleði þá er Aiden Snow að lesa sko, þegar Aiden er í bók þá veit you know it's horny ég veit þetta er skemmtileg bók þá it's gonna be a kinky one en við veitum að þetta er einu sem ég veit er bara eitthvað rich billionaire dæmi, ég ætla ekki að lesa meira same, ég vil bara surprise me surprise me with 14 hours and 45 minutes let's have some fun en við sjáumst í júni Bye